Bæjarstjóri, formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs, heiðursfélag IBA, fulltrúa ISÍ og góðir gestir. Við erum öll hjartalega velkomin hingað í Menningarhúsi Hof. Mig langar til að byrja með að þakka þeim fjölmörgu sem komu og fögnuðu með IBA á 80 ára afmælinu okkar sem var haldið hátíðlegt með íþróttaveislu í Boganum í desember síðastliðinn. Sérstaklega vil ég þakka aðildarfélögunum okkar sem tóku þátt með myndarlegum hætti og sýndu þeim fjölmörgu bæjarbúum sem mættu þá breidd sem í íþróttalífinu á Akureyri. Við fengum Barða Vestin ljósmyndar á staðinn til að taka upp myndefni fyrir okkur og langar til þess að sýna ykkur stutt myndband sem var klippt saman að þessu tilefni. Já, við erum sannarlega rík að eiga svona breidd í íþróttalífinu hér á Akureyri. En að máli málanna. Það er eilífur línudans hjá öllum íþróttafélögum, sama hvar þau eru, að bjóða annars vegar upp á íþróttagreinar og þjálfun sem höfða til breiðs hóps iðkenda og á sama tíma að skapa umhverfi sem hvetur til framúrskarandi árangurs þeirra sem vilja stefna þangað. Ef við hugsum út í það, þá er svo margt sem þarf að ganga upp til að úrverða afreksmanneskja í íþróttum. Góð aðstæða til æfinga, þarf auðvitað að vera tiltæk, en aðalega þarf að vera mikill áhugi til staðar, því viðkomandi þarf að hafa óbilandi áhuga á sinni íþrótt og vilja til að verja miklum tíma í æfingar. Svo er það hugafæri og þrautseigjan, að gefast ekki upp þegar á móti blæs, því það gerist sannarlega annarslagið. Hver kannast til dæmis ekki við bakslagið sem kemur úr unglingsárunum? Það þarf að passa jafnvægi varðandi mataræði og hvíldina og það þarf að vera fólk til staðar sem hefur trú á manni, hvetur mann áfram, sama hvað gengur á. Ekki síst er mikilvægt að til staðar sé fólk og ferlar sem léttundi fjárhagslega, því það er einn stærsta áskorunin sem afreksíþróttafólk tekst á við. Því miður hefur afreksíþróttafólk á landsbyggðinni ekki alltaf setið við sama borð og þau sem búa á höfuðborgarsvæðinu, varðandi kostnað þeirra að ræða landslýsverkefni eða möguleika til afreksþjálfunar. Þessi umræða hefur verið nokkuð hávær allnokkurt skeið og vonandi verður bætt úr þessu með tilkomu Afreksíþróttamiðstöðvar Íslands. Það er mjög mikilvægt að svo verði. Það verkefni mjakast áfram, það væri gaman að sjá að ganga hraðar en við reynum að vera þolinmóð. En í ljósi alls þessa er eiginlega alveg ótrúlegt hvað við eigum margt framúrskarandi íþróttafólk. Í dag heiðrum við þau sem sköruðu fram úr öðrum í íþróttalífinu á Akureyri árið 2024. 12 af 20 aðildarfélögum IBA tilnefndu alls 35 íþróttamenn úr sínum röðum, 17 íþróttakonur og 18 íþróttakalla. Úr þeim tilnefningum var svo kosið á milli 10 karla og 10 kvenna sem stjórn Afrekssjóðs hafði stillt upp. Á eftir fáum við þau öll hér upp og veitum þeim viðurkenningu fyrir að vera tilnefnd áður heldur en úrslitin verða tilkynnt. Verðlaunin eru veglega venju. 5 efstu einstaklingum á hvoru kyni er gert hátt undir höfði með ýmsum gjöfum auk peningaverðlauna. Þau sem verða í 4. og 5. sæti fá 200.000 krónur hver, 3. sæti 250.000 krónur, 2. sæti 350.000 krónur og íþróttakarl og íþróttakona Akureyrar fá svo 500.000 krónur hvort frá Afrekssjóði. Það er því til mikils að vinna þó að nafnbótin og heiðurinn sé að sjálfsögðu það sem allt snýst Einnig veitum við í dag styrki til afreksíþróttaefna en þar er að ræða 200.000 krónur styrk til 8 einstaklinga. Íþróttafólk ársins í fyrra, 2023, ég hitti fyrra þá,
voru þau Baldvin Þór Magnússon hlaupari hjá ÖFA og Sandra María Jessen knattspyrnuskona hjá Þór KA. Þau eru bæði tilnefnd hér í dag og því spennandi að sjá hvort þau verja sína titla eða við fáum nýtt fólk í efstu sæti. Ég vil nota tækifærið og þakka forystufólki og sjálfboðaliðum íþróttafélaga og íþróttahreyfingarinnar hér á Akureyri fyrir ánægjulegt samstarf og þakka þeirra mikilvæga framlag til íþróttastarfsins. Þá vil ég einnig þakka þjálfurum íþróttafólksins fyrir þeirra framlag sem og aðstandendum sem oftast eru nú mikilvægustu bakhjarlar afreksfólksins okkar. Að lokum vil ég þakka kærlega undirbúningsnefnd þessarar hátíðar, ekki síst henni Helgu Björgu framkvæmdastjóra IBA sem ber hitann og þungan af þessum undirbúningi. Einnig vil ég þakka styrktaraðilunum okkar og fyrir hönd IBA óska ég þeim sem heiðruverða hér í dag innilega til hamingju. Takk fyrir ykkar framlag til íþrótta á Akureyri. Að því sögðu vil ég biðja Ingvar Má Gíslason að taka við stjórnartaumunum. Ég segi hátíðina setta, gleðilega hátíð. Takk fyrir, Jóna, og gleðilega hátíð. Það er sem fyrr sönn ánægja að fá að leiða ykkur í gegnum þennan viðburð. Nú, dagskráin er bara mjög hefðbundin, þar sem okkar íþróttafólk verður auðvitað í aðal hlutverki. Nú, líkt og Jóna kom að þá fer ekki svona glæsilegur viðburður ekki fram nema með góðum stuðningi og öflugum undirbúningi. Og í undirbúningsnefndinni voru auk mín Birna Bald, Helga Björg, Ellert Örn og Jóna Jónsdóttir og ég legg til að við gefum strax gott klapp. Nú, ég ætla bara hreinlega að reyna að keyra þetta svolítið vel áfram, ekki of hratt en nokkuð þétt og það er ekkert að vanbúið að ganga til dagskrár og ég gef formanni fræðslu og lýðheilsuráðs orðið, Heimir Örn Árnason, gjörðu svo vel. Kæru hátíðargestir, við erum hér komin til að heyra íþróttafólk bæjarins og gefa heiðursverðlaun fyrir frábær störf í þá íþróttahreyfingarnar hér á Akureyri. Einnig erum við, eins og síðastliðin ár, að hvetja ungt íþróttafólk til að vera enn betri í sinni íþrótt. En ég ætla aðeins að tala smá neikvætt, ég ætlaði sama tón og Jóna hér áðan, og það er ferðakostnaður íþróttafélaga hér á landsbyggðinni. Ég sem foreldri og sjálfboðaliði í íþróttafélögum er búinn að fylgjast með því að þetta er búið að hækka alveg gríðarlega síðastliðin ár. Foreldrið með barn, kannski 2 börn í íþróttum, er að byrja að greiða 400.000 til 600.000 á ári. Og ég er ítrekað á þessum 2,5 ári hér í pólitíkinni búinn að biðja meiri aðstoð frá ríkinu. Því miður hefur ekkert breyst, en ég veit að þessi vinna er í gangi og þess vegna nýt ég tækifæri og hvet okkar nýju ríkisstjórn og þingmenn kjördæmisins að leggja hart að þessu verkefni og ég hef margar hugmyndir til þess að bæta þjónustu fyrir íþróttafélögin. En nóg af neikvæðni. Ég hef alltaf talað að agi og gleði er lykilatriði bæði í íþróttum og í skóla. Nú er umræðan aga í þjóðfélaginu svolítið mikil og ég hef tekið eftir í fjölmiðlum að það vanti aga í skóla og fólk lendir í vandræðum með agavandamál. Það má sem ekki gleyma gleðinni. Það er hægt að beita miklum aga en hafa mikla gleði á móti. Ég sem þjálfari í hátt í 30 ár, ég er nú ekki það gamall en það er að detta í 30 ár, hafi ég beitt miklum aga en gleymi að gleðin er bara rétt handa við hornið. Þetta hefur gengið nokkuð vel og ég ætla að halda áfram að þjálfa held ég bara þangað til ég er orðinn 95 ára, býst ég við. En Akureyrarbær er að gera vel í íþróttamálum. Það kemur bersýnilega ljós og nú síðast í þjónustukönnun þar sem 84% er ánægð með íþróttaaðstöðu hér í bænum. En það er alltaf hægt að gera betur. Hún er í heildina góð og þessu ári var formlega opnuð aðstaðan í skautahöllinni. Ég veit að skautafólk er ánægð með aðstöðuna og síðustu helgi þá hélt SA eitt stærsta barna íshokkeymót sem fram hefur farið á Íslandi og ljóst er að nýja aðstaðan hafi hjálpað mikið í öllu utanumhaldi þar. Inni aðstaðan hjá Golfklúbbi Akureyrar var formlega opnuð nú í desember og ég veit að það er einnig gríðarlega mikil ánægja og algjörlega bylting fyrir þeirra starf.
en þar voru sjálfboðaliðar sem ég held að reyndar að framkvæmdastjórinn hef ekki tekið það saman, en það eru nokkur 1000 klukkutíma sem að þeir hjálpuðu til þar. Það er óætt að óska þeim til hamingju með frábæra uppbyggingu. Í bígerð er áframhaldandi uppbygging á KA-svæðinu sem verður vonandi lokið á árinu 2028 á 100 ára afmæli félagsins og vinna við Gervigasvöll og Þórssvæðinu er hafin og mun klárast vonandi í sumar. Það er því mjög spennandi tíma framundan og vonandi muni þessi mannverki rísa sem fyrst og við Akureyri getum verið stoltir af. Að lokum þá vil ég hvetja okkar íþróttafólk, sérstaklega ungviðið, til að soga að sér alla þá þekkingu sem viðkemur að líkamlegri þjálfun, andlegri heilsu, mataræði og margt fleira sem tengist okkar íþróttagrein. Eins og ég nefndi í fyrra og ætla að nefna aftur í ár, þá er mikil vakning í mikilvægi andlegu hliðarinnar í íþróttum og mörg félög eru orðin duglega að nýta sér þessa þjónustu og jafnvel að ráða sálfræðinga til sín. Mér finnst þetta mikið skref fram á við, til að vona að við höldum áfram að bæta okkur í þessu. Annars bara þakka ég fyrir mig. Ég óska þeim innilega til hamingju sem fá verðlaun í dag og einnig þau íþróttafólk sem við erum að fara að styrkja hérna afrekstyrki, haldið áfram að leggja á okkur smá ekstra og þá munið þið njóta í framtíðinni. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Heimir. Nú þá er komið að því að veita viðurkenningar vegna Íslandsmeistara 2024. Nú samtals urðu 329 íþróttakona og íþróttakarl frá 12 aðildarfélögum IBA Íslandsmeistarar á árinu 2024 og það voru 8 aðildarfélög IBA sem áttu 132 landsliðsmenn á liðnu ári. Og ég ætla að biðja Ellert Örn og Heimi Örn að koma hér upp og sjá að afhenda viðurkenningarnar. Og þetta gengur þannig fyrir sig að ég les upp aðildarfélagið og bið forsvarsmenn íþróttafélagana að ganga hérna upp og taka á móti viðurkenningunum. Og þið vitum nú svona nokkurn veginn þegar kemur að ykkur og megi kannski verið búin að færa ykkur hérna út á gangana. Nú Skafti er hérna mér á vinstri hönd, það er búið að setja svona X hérna á sviði og hann óskar eftir því að þegar á að taka myndir að þið standið þar, þá gengur það allt mjög hratt fyrir sig. Nú og þá ætla ég að hefja lesturinn. Það er Bílaklúbbur Akureyrar, 23 Íslandsmeistarar. Golfklúbbur Akureyrar, 8 Íslandsmeistarar, 3 landsliðsmenn. Engin. Flottur. Næst er það Hjólreiðafélag Akureyrar, það er 5 Íslandsmeistarar og 3 landsliðsmenn. Svo er það Íþróttafélagið Akur, það er 6 Íslandsmeistarar og 11 landsliðsmenn. Íþróttafélagið Þór, 41 Íslandsmeistari og 29 landsliðsmenn. Og inn í þessum pakka er síðan Þór Káa sem er með 66 Íslandsmeistara. Síðan er það KKA, Aksturs íþróttafélag, það er 4 Íslandsmeistarar. Síðan er það Knattspyrnufélag Akureyrar, 63 Íslandsmeistarar og 29 landsliðsmenn.
Og þar inni er einnig K.A. Þór með 11 Íslandsmeistara. Síðan er það Siglingafélagið Nökkvi með 1 Íslandsmeistara. Skautafélag Akureyrar, 59 Íslandsmeistarar og 43 landsliðsmenn. Svo er það Skíðafélag Akureyrar með 11 Íslandsmeistara og 9 landsliðsmenn. Skotfélag Akureyrar með 5 Íslandsmeistara. Og síðast en ekki síst, Ungmennafélag Akureyrar, 26 Íslandsmeistarar og 5 landsliðsmenn. Nú að venju þá gengur þetta nú nokkuð svona hratt fyrir sig. Næst á dagskrá er að tilkynna hverjir hljóta heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs og það er aftur Heimir Örn Árnason og Ellert Örn sem ætla að sjá að veita þær viðurkenningar. Nú heiðursviðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Björn Halldór Sveinsson, Íþróttafélaginu Þór. Björn Halldór Sveinsson er fæddur á Akureyri þann 10. janúar 1963. Björn lék á yngri árum knattspyrnu með Þór. Á ungdómsárum skipti Björn yfir í körfuknattleik og lék hann lengi í körfuknattleik með Þór og var einn af burðarásum liðsins í áraraðir. Eftir að keppnisferlinu lauk þjálfaði Bjössi yngri flokka félagsins í körfu tíma en hefur einnig verið einn öflugasti sjálfboðaliði körfuknattleiksdeildar Þórs. Sem slíkur var Bjössi árabil einn öflugasti dómaradeildarinnar og dæmdi jafnt leiki yngri flokka sem og leiki meistaraflokka. Björn er einn þeirra sem er maðurinn á bakvið tjöldin, sá sem alltaf er hægt að treysta á og kalla til ef einhver verkefni þarf að vinna. Hann er ávallt reiðubúinn og spyr aldrei hvað félagið geti gert fyrir sig, hann spyr hvað get ég gert fyrir félagið mitt. Björn Halldór Sveinsson sem hefur hlotið gull- og silfurmerki Þórs er gegnheill Þórsari og sannur sjálfboðaliði. Björn Halldór er staddur í Reykjavík en það var dóttir hans Heiða Hlín Björnsdóttir sem tók við viðurkenningu fyrir hans hönd og gefum honum gott klapp. Nú heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Erlingur Kristjánsson, knattspyrnufélagi Akureyrar. Erlingur Kristjánsson er fæddur á Akureyri þann 7. maí 1962. Á löngum og farsælum keppnisferli spilaði Erlingur bæði knattspyrnu og handknattleik með meistaraflokkum KA og afrekaði meðal annars það að vera í fámennum hópi íþróttamanna sem hafa bæði orðið Íslandsmeistari í handknattleik og í knattspyrnu. Og það sem meira er, Erlingur var fyrirliði KA í báðum greinum þegar félagið lyfti Íslandsmeistaratitlinum. Eftir að keppnisferlinu lauk hefur Erlingur þjálfað flesta flokka og greina félagsins auk þess að hafa verið í ýmsum stjórnar- og trúnaðarstörfum innan KA. Erlingur hefur verið gríðarlega virkur í sjálfboðaliðastarfi KA, sérstaklega fyrir handknattleiksdeild og starf kvennaliðs KA Þórs. Erlingur satt í stjórn Íþróttabandalags Akureyrar í nokkur ár og er handhafi silfurmerkis IBA. Árið 2019 var Erlingur tekinn inn í góðsagnarhöll handknattleiksdeildar KA og auk þess að vera handhafi gullmerkis KA. Erlingur er óeigingjarnt sjálfboðaliði sem gerir allt sem hann getur fyrir félagið sitt. Nú heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Guðmundur Bjarnar Guðmundsson, Skíðafélagi Akureyrar. Guðmundur Bjarnar Guðmundsson er fæddur á Akureyri þann 19. september 1962. Guðmundur hefur í áratugi starfað fyrir Skíðafélag Akureyrar og áður í Skíðaráði Akureyrar.
Hann hefur verið burðarás í starfi félagsins, setið í stjórn og sinnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir félagið, verið ómetanlegur í mótahaldi félagsins og fjölmörgum öðrum verkefnum sem þarf til að halda úti öflugu barna- og unglingastarfi. Guðmundur hefur í rúm 30 ár starfað að Andrésar andarleikunum þar sem hann hefur unnið að mótahaldinu með öllu því sem að fylgir, til dæmis tímatöku, skráningu, uppsetningu marksvæðis og brautarlagningu. Guðmundur hefur einnig unnið í kringum Hermannsgönguna og undanfara hennar meira og minna frá árinu 1994. Sjálfur er Guðmundur mikill skíðagöngumaður og gengur sér til ánægju og er öðrum til fyrirmyndar. Guðmundur hefur til að mynda farið í fjöldan allan af vasagöngum í Svíþjóð og það er skíðafélaginu mikill happafengur að hafa mann eins og Guðmund innan sinna raða sem er alltaf boðinn og búinn til aðstoðar sama hvert verkefnið er. Nú heiðursviðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Hrefna Brynjólfsdóttir knattspyrnufélagi Akureyrar. Hrefna Brynjólfsdóttir er fædd á Akureyri þann 18. maí 1965 sem iðkandi lét Hrefna knattspyrnu með KA á sínum yngri árum sem og blak. Hrefna er núna að spila sitt 45. blakár með KA. Samhliða því að spila blak með félaginu hefur Hrefna verið í ýmsum störfum og hlutverkum utan valla fyrir blakdeild KA síðustu 2 áratugina. Mínútur og klukkustundir Hrefnu í sjálfboðavinnu fyrir félagið er í þúsundutalið þar sem hún hefur meðal annars verið að sinna störfum á ritaraborði og línudómgæslu í blakleikjum hjá KA. Það fer ekki endilega alltaf mikið fyrir Hrefnu en hún lætur sig ekki vanta í verkefnin og lætur verkin tala með bros og vör. Hrefna hefur lengi unnið ötulstarf fyrir KA sem sjálfboðaliði og er frábær fyrirmynd fyrir aðra sjálfboðaliði í íþróttahreyfingunni sem mikilvægur hlekkur í að halda úti öflugu íþróttastarfi. Nú þá er komið að næsta dagskrárlið sem eru styrkveitingar til afreksefna. Nú að þessu sinni eru það 8 einstaklingar sem að hljóta styrki og ég bið þau að koma hér upp og taka á móti viðurkenningunum frá Heimi Árnasyni. Og ég ætla að, þetta er í stafrófsröð og þið farið hérna til hans Skafta sem að myndar ykkur á krossinum en ég ætla að biðja ykkur að bíða líka. Þannig að ég ætti að taka mynd af okkur öllum saman hérna í restina. Ekki fara beint í sætin ykkar, þið bara farið hérna út til hliðar. Nú afrekssjóður styrkir ungmenni sem talin eru með markvissri þjálfun geta skipað sér á bekk með þeim bestu á landsvísu og styrkur hvers og eins er 200.000 krónur. Nú og þá hef ég lesturinn Bjarmi Kristjánsson, íshokkí, skautafélag Akureyrar. Bjarmi Kristjánsson hefur æft íshokki með skautafélagi Akureyrar frá 7 ára aldri eða frá árinu 2014. Á þeim tíma hefur hann sýnt framúrskarandi ástundun og metnað í sínum æfingum og hefur vaxið jafnt og þétt sem leikmaður. Hann er ekki aðeins hæfileikaríkur í íþróttinni, heldur einnig öflugur félagsmaður sem hefur gefið mikið tilbaka til samfélagsins innan SA. Bjarmi er í æfingahópi U20 landsliðsins sem nú keppir í Serbíu og það er móðir hans Elva Gunnlaugsdóttir sem tekur við viðurkenningunni. Elena Sofía Ómarsdóttir, UFA, frjálsar íþróttir. Elena er spjótkastari sem hefur náð mjög eftirtektarverðum árangri þrátt fyrir að vera enn ung að árum. Hún hefur síðastliðna mánuði stimplað sig inn sem eitt besta spjótkastara landsins með því að verða Íslandsmeistari í sínum aldursflokki og ná 4. sæti í Íslandsmóti fullorðinna. Hún er dugleg að æfa og tekur íþróttinni sinni alvarlega enda stefnir hún á stórmót erlendis á næsta keppnistímabili. Elena er sterkur karakter, leiðandi innan æfingahópsins síns og mikilvæg fyrirmynd fyrir upprennandi frjálsíþróttakrakka. Lydía Gunnþórsdóttir, handknattleikur, KA Þór. Lydía er ein af okkar efnilegri handboltastelpum. Hún hefur þrátt fyrir ungan aldur spilað stórt hlutverk í meistaraflokki KA Þór síðastliðin 2 keppnistímabil. Hún er gríðarlega samviskusöm og æfir vel og leggur gríðarlega mikið á sig meðal annars með því að taka aukaæfingar. Hún stefnir hátt og er með stóra drauma. Hún er einnig frábær félagsmaður og er alltaf tilbúin að hjálpa til við hin ýmsu verkefni tengt KA Þór.
Lydia er mikill leiðtogi, er fyrirliði þriðja flokks þar sem hún spilar einnig ásamt því að vera eina lykilleikmönnum í K.A. Þór meistaraflokki á þessum tímabili. Hún er klókur leikstjórnandi með mikinn leikskilning og afskaplega metnaðarfull. Magnús Dagur Jónatansson, handknattleikur K.A. Magnús Dagur Jónatansson er fyrirmyndar íþróttamaður sem stundar íþrótt sína af mikilli eljusemi. Hann er vinnusamur og æfir vel, hvort sem það eru hefðbundnar æfingar eða aukaæfingar. Þess fyrir utan eyðir hann mörgum klukkustundum á viku í aðstoða félagið sitt K.A. Hann er alltaf boðinn og búinn að mæta á viðburði fyrir K.A. hvort sem það eru á yngri flokkaæfingar eða fjáraflennum fyrir félagið. Magnús er virkilega drífandi einstaklingur sem setur mikla kröfur á sjálfan sig og aðra. Hann mætir á allar æfingar með bros á vör og dregur ofta besta fram úr öðrum leikmönnum með vinnu sinni og dugnaði. Mikael Breki Þórðarsson, knattspyrna K.A. Mikael Breki er gríðarlega efnilegu fótboltamaður með mikinn metnað. Hann skarar fram úr í unglingastarfi K.A. í knattspyrnu og er öðrum ungum iðkendum mikil fyrirmynd. Hann hefur verið hluti af yngri landsliðum undanfarin ár og æfir og spilað með meistaraflokki karla. Hann spilaði meðal annars leiki í bestu deild karla og bikarleiki í sumar þrátt fyrir ungan aldur og varð ásamt félögum sínum í öðru flokki K.A. Íslandsmeistari í sumar. Mikael gefur mikið af sér bæði á æfingum og utan æfinga til félagsins. Hann á framtíðina fyrir sér í fótbolta og er það tilhlökkunarefni að fylgjast með honum vaxa og dafna í boltanum næstu árin. Pétur Friðrik Jónsson, UFA Frjálsar. Pétur Friðrik Jónsson hefur æft mjög vel á undanförnum tímabili. Hann setti sér snemma á árinu 2024 markmið í 60 metra, 80 metra og 100 metra hlaupi, þar sem hann stemdi á miklar bætingar. Hann tók stórstígum framförum sem skiluðu honum Íslandsmeti í karlaflokki í 80 metra hlaupi utanhús og í úrslit í flokki karla í 100 metra hlaupi á meistaramóti Íslands sem haldið var á Akureyri í sumar. Hann er í unglingalandslið Íslands í frjálsum íþróttum og stefnir á að verða meðal fremstu spretthlaupara landsins. Ragnheiður Alís Ragnarsdóttir, íshokkí skautafélag Akureyrar. Ragnheiður Alís spilar íshokkí hjá skautafélagi Akureyrar og hefur verið að spila með meistaraflokki og sínum aldursflokki frá 13 ára aldri og er í U18 landsliði kvenna. Hún er mikill leiðtogi og er hvetjandi og gengur á undan með góðu fordæmi, mjög vinnusöm og alltaf tilbúin að bæta sig og aðra. Hún er ekki síður mikill félagsmaður sem aðrir líta upp til, sýnir frumkvæði og gefur af sér til SA sem og liðsfélaga. Ragnheiður er nú stödd í Tyrklandi á HM U18 og er þar akkúrat í þessum töluorðum að spila úrslitaleik gullverðlaun og það er móðir hennar Jóhanna Sigurbjörg Ólafsdóttir sem kom hér upp fyrir hennar hönd og hún kannski getur sagt okkur hvernig staðan er. Ekki búið samt? Nei. Gefum henni gott klapp. Sólon Sverrisson, fimleikar K.A. Sólon Sverrisson er framúrskarandi iðkandi og hefur sýnt ótrúlega þrautseigju, dugnað og staðfestu. Hann er einn af aðeins 3 eldri karlkyns iðkendum deildarinnar. Sólon mætir 6 daga vikunnar á 3 til 4 klukkustunda æfingar. Hann er mjög jákvæður, kurteis og frábær fyrirmynd. Árið 2023 og 2024 fór Sólon sem fulltrúi Íslands drengja á Norðurlandamót og er í úrvalshóp drengja hjá Fimleikasambandi Íslands. Einnig stóð Sólon sig mjög vel á haustmóti í áhaldafimleikum í úlingaflokk sem fram fór í Egilshöll þann 19. október síðastliðinn, en þar tók Sólon fyrsta sæti með þó nokkrum yfirburðum. Gefum þessum stórglæsilega hóp gott klapp. Og ég ætla að fá að bæta við og segja það frá mínu hjarta að ég er þess heiðurs aðnjótandi að fá að lesa allar umsagnir þetta flotta afreksfólk og það er sammerkt eiginlega í öllum þessu textum að þetta unga fólk á stundum erfitt með að finna vinnu á sumrin með sínum æfingum og það er jafnvel hluti af þessu fólki sem að fær ekki vinnu hér hjá atvinnurekendum í bænum
Og ég ætla að senda hér út hvatningarorð til atvinnurekenda að styðja við þetta fólk með því að gefa því sveigjanleika í æfingum og ráða það í vinnu á sumrin að auki. Þetta var minn seðill í þetta mál. En, góðu gestir, nú komið að stóru stundinni. Við ætlum að fara í það að kunngera hverjir það eru sem hlotna sú viðurkenning að vera íþróttakona og íþróttakarl Akureyrar fyrir árið 2024. Og við ætlum eins og fyrir ár að taka myndir af verðlaunahöfunum upp á sviðinu þegar að taka á móti verðlaununum. Það ætti allir að vera farnir að þekkja ferlið í tengslu við íþróttamann Akureyrar. Þannig að stjórn afrekssjóðs velur 10 efstu einstaklingana af hvoru kyni úr hópi þeirra sem eru tilnefndir af aðildarfélögum IBA og það kosið á milli þeirra. Þeir sem hafa kosningarétt eru stjórn og framkvæmdastjóri IBA, fræðslu- og lýðheilsuráð, forstöðumaður íþróttamála hjá Akureybæ, starfsmaður ISÍ á Akureyri og þeir fjölmiðlar sem fjalla íþróttir á Akureyri. Og að þessu sinni voru það 19 aðilar sem skiluðu inn atkvæðum. Kosningin fer svo þannig fram að 10 efstu á hvoru kyni fá stig frá hverjum kjósanda. Stigagjöfin með mjög svo þekktri útfærslu þar sem 12 stig fást fyrir efsta sætið, 10 stig fyrir annað sætið, svo 8 og koll af kolli 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hér þá komin glæra á bakvið mig með stuðningsaðilum hátíðarinnar og ég ætla að þakka þeim kærlega fyrir þeirra framlegð. Það skiptir gríðarlega miklu máli og ég sannfærður að stuðningur þeirra skila sér margfalt tilbaka. Þetta eru Blómabúð Akureyrar, Höldur bílalega Akureyrar, Æsver, KEA Hotel, Livetrack, Kjarnafæði Norðlenska, Röpp 23, Skógaböðin, Sportver, Strikið, Verdi ferðaskrifstofa og Völdklass. Það sem að fara að gerast núna og smá nýbreytni það að við ætlum að spila hér rétt og eftir kynningu á 10 efstu sem voru tilnefndir, bæði karla og kvenna, en að loknum myndböndunum ætlum við að fá alla þessa 10 sem eru mættir upp á svið til að taka á móti smáviðurkenningu og ég bið ykkur sem eru tilnefnd að koma upp á sviðið og það sama gildir þá sem ætla að sjá verðlaunaafhendinguna en það hún Ásthildur Sturludóttir bæjarstýra, Jóna Jónsdóttir formaður IBA og varaformaðurinn Birna Bald. Og ég held að það sé þá bara ekkert því til fyrirstöðu að keyra á fyrra myndbandið. Ég man ekki hvort var undan. Íþróttakarl, gerðu svo. 10 efstu tilnefningar til Íþróttakarls Akureyrar 2024 eru Alex Cambre Orrason hjá KA fyrir kraftlyftingar, Alfreð Birgisson hjá Akur fyrir bogfimi, Alfreð Leo Svansson hjá Þór fyrir rafíþróttir, Baldvin Þór Magnússon hjá ÖFA fyrir hlaup millivegalengdir, Gísli Marteinn Baldvinsson hjá KA fyrir blak, Hans Viktor Guðmundsson hjá KA fyrir knattspyrnu, Jóhann Már Leifsson hjá Skautafélagi Akureyrar fyrir íshokkí, Matthías Örn Friðriksson hjá Þór fyrir pílukast,
Veigar Heiðarsson hjá Golfklúbbi Akureyrar fyrir golf. Þorbergur Ingi Jónsson hjá UEFA fyrir utanvegahlaup. Tíu efstu tilnefningar til Íþróttakonu Akureyrar 2024 eru Anna María Alfreðsdóttir hjá Akur fyrir bogfimi, Anna Þyrí Halldórsdóttir hjá KA Þór fyrir handbolta, Drífa Ríkharðsdóttir hjá KA fyrir kraftlyftingar, Eva Víum Elíasdóttir hjá Þór fyrir körfuknattleik, Hafdís Sigurðardóttir hjá HFA fyrir götuhjólreiðar, tímatöku og utanvegar, Júlia Bonnet Carreras hjá KA fyrir blak, Sandra María Jessen hjá Þór KA fyrir knattspyrnu, Sjalíko Dróld hjá Skautafélagi Akureyrar fyrir íshokkí, Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir hjá UEFA fyrir langhlaup og utanvegahlaup, Stefania Daney Guðmundsdóttir hjá UEFA fyrir langstökk og hlaup. Þá megið þið koma hér upp. Bara komum hérna í góðri röð og takið við smá viðurkenningu. Labbi hér út í enda og Skafti myndar ykkur öll saman og svo bara farið aftur í sætin ykkar og við höldum áfram. Þið ekkert að grínast hvað þetta er flottur hópur, hefur ekki að gott klapp eða?
Jæja. Þá held ég að við förum nú bara að keyra þetta af stað og við byrjum á 5. sæti karla og ég bið viðkomandi íþróttamann að ganga hér upp þegar lesturinn hefst. Fyrir 5. sætið eru 200.000 krónur í verðlaun úr afrekssjóði Akureyrar, blómavöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf fyrir 2 í skógarbúðin og 6 mánaða aðgangur að LiveTrack appinu. Í 5. sæti karla, Veigar Heiðarsson, Golfklúbbi Akureyrar. Veigar Íslandsmeistari í golfi 18 ára og yngri, Íslandsmeistari í holukeppni 18 ára og yngri og stigameistari 18 ára og yngri á árinu 2024. Hann setti vallarmet á Hvaleiri á 7 hugum undir pari. Hann keppti nokkuð á erlendri grundu á árinu, meðal annars með U18 ára landslið Íslands á Evrópumóti liða. Hann einnig kylfingur ársins hjá Golfklúbbi Akureyrar. Gefum honum gott klapp. Þá það 5. sæti kvenna. 5. sæti kvenna, Anna María Alfreðsdóttir, Akur. Anna María afrekskona í bogfimi. Hún Íslandsmeistari með trissuboga innandyra, bæði kvenna og óháð kyni og var þar í 9. sæti í liðakeppni. Hún varð í 17. sæti í blönduðum liðum á EM utandyra, í 33. sæti í einstaklingskeppni á EM utandyra og í 3. sæti í liðakeppni EM innandyra og í 9. sæti í einstaklingskeppni EM innandyra. Gefum henni gott klapp. Nú þá komið að 4. sætinu. Verðlaun fyrir 4. sætið eru 200.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómavöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf fyrir 2 í skógarbúðin og 6 mánaða aðgangur að LiveTrack appinu. Nú í 4. sæti karla, Hans Viktor Guðmundsson, knattspyrnumaður KA. Hans Viktor var valinn leikmaður tímabilsins á lokahófi knattspyrnudeildar KA og var annar í kjöri til íþróttakarls KA. Hans Viktor kom í KA fyrir tímabilið 2024 og átti stóran þátt í að liðið varð mjólkurbikarmeistari 2024, þar sem hann átti stórkostlegan leik á Laugardalsvelli. 4. sæti kvenna, Eva Víum Elíasdóttir, Þór. Eva Víum Elíasdóttir körfuknattleikskona Þórs 2024. Eva hefur leitt skemmtilegt stemningslið Þórs í efstu deildi í körfuboltanum. Eva leikstjórnandi liðsins og hefur sýnt að hún komin í hóp bestu leikmanna landsins. Með Þórsliðinu fór Eva í úrslitaleik Vísbikarsins þar sem liðið hlaut silfurverðlaun og í haust sigraði liðið svo í leik meistarana og sendu skilaboð fyrir tímabilið sem stendur nú yfir. Hún hefur með frammistöðu sinni unnið sér sæti í A-landsliði Íslands og spilaði fyrstu keppnisleiki sína með liðinu á árinu. Þá hefur hún verið lykilleikmaður í U20 ára landsliði Íslands sem í sumar náði sínum besta árangri í söguliðsins á Evrópumótinu, 4. sæti B-deildar. Þá erum við komin í 3. sætið. Verðlaun fyrir 3. sætið eru 250.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, eignabikar gefin af Höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf frá Sportver, gjafabréf fyrir 2 í skógarbúðin, gjafabréf frá Kjarnafæði Norðlenska og peysa frá Æsver. Í 3. sæti karla, Þorbergur Ingi Jónsson, UFA. Þorbergur Ingi sýndi enn og aftur á árinu hve framúrskarandi íþróttamaður hann er. Hann setti glæsilegt brautarmet í Gyðjunni í súlu vertikal þegar hann hljóp litla 100 km með 3600 metra hækkun á innan við 10 tímum og náði með því hæsta ITRA skori sem nokkur Íslendingar hefur náð, 898 stigum. Hann náði einnig góðum árangri í fleiri utanvegarhlaupum hér innanlands, sigraði meðal annars í Dyrfjallahlaupinu og Akrafjall Ultra. Hann skipar sem fyrr toppsæti íslenskra karla á ITRA styrkleikalistanum og hlaut viðurkenninguna utanvegarhlaupari ársins hjá FRÍ fyrir frammistöðu sína. Þá keppti hann á EM í utanvegarhlaupum með landsliðinu
og hann sigraði í Waldstrúber fjallahlaupi í Sviss þar sem hann hljóp litla 70 km með 3800 metra hækkun. Þriðja sæti kvenna, Julia Bonet Carreras, KA. Julia átti frábært tímabil með meistaraflokki í blaki og mikilvægur leikmaður fyrir KA. Hún kantsmassari sem skilar mörgum boltum beint í gólf hjá andstæðingunum. Hún var Íslandsmeistari með KA og deildarmeistari. Hún var í liði ársins í úrvalsdeild hjá Blaksambandinu og var valinn besti erlendi leikmaðurinn í deildinni. Þá var hún kjörin íþróttakona KA árið 2025. Þá erum við komin í annað sætið. Verðlaun fyrir annað sætið eru 350.000 krónur afrekssjóði Akureyrar, eignabikar gefin af Höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf frá Sportver, gjafabréf fyrir 2 í Skógaböðin, 50.000 króna gjafabréf frá ferðaskrifstofunni Verdi, mánaðarkort í World-Class og brönns fyrir 2 frá Strikinu. Annað sæti karla, Baldvin Þór Magnússon, UFA. Baldvin einn allra sterkasti millivegalengda og langhlaupari sem Ísland hefur átt. Hann á sem stendur 16 Íslandsmet, þar af 15 í flokki fullorðinna. Á síðastliðnu ári sett hann 4 Íslandsmet í 5 km götulaupi, í 5000 metra hlaupi innanhús og í 1500 metra hlaupum innan og utanhús. Hann varð Íslandsmeistari í 1500 metrum utanhús. Hann varð í 7. sæti á Norðurlandameistaramótinu í víðavangshlaupum og þá keppti hann einnig á Evrópumeistaramótinu í víðavangshlaupum í desember. Þá erum við komin í annað sæti kvenna, Hafdís Sigurðardóttir, HFA. Hafdís var afar öflug á árinu 2024. Hún byrjaði á því að sigra fyrstu viðurkenndu Swift-mótorröðina og var Íslandsmeistari í rafhjólreiðum. Hún var Íslandsmeistari í götuhjólreiðum og tímatöku. Þá sigraði hún kvennaflokk í Vestfjarðaráskoruninni og var 3. óháð kyni. Hjólaði voru rúmlega 1000 km og upphækkunin var 11 km. Hún tók þátt í bikarmótum og endaði þar í 3. sæti þrátt fyrir að hafa verið fjarverandi vegna keppnisþátttöku erlendis í einu móti. Hún náði einnig frábærum árangri á erlendumótum, meðal annars í götuhjólreiðakeppni í Danmörku þar sem hún kláraði meðal 10 efstu alla daga og náði meðal annars 4. sæti á síðasta degi mótsins. Í Tour de Feminin, 4 daga alþjóðlegri götuhjólreiðakeppni í Tékklandi, kláraði Hafdís mótið með glæsibrag. Aðeins 87 af 139 keppendur luku keppni alla 4 dagana og Hafdís var meðal þeirra sem náðu að ljúka keppninni með góðum árangri. Þá var hún fulltrúi Íslands á Evrópumóti í götuhjólreiðum í Belgíu, bæði í tímatöku og götuhjólreiðum. Gefum henni gott klapp. Þá þetta farið að magnast, það að segja spennan, og einnig farið að styttast í þessu, en verðlaun fyrir 1. sætið eru 500.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, farand og eignabikar gefnir af Höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf frá Sportver, gjafabréf fyrir 2 í Skógaböðin, 100.000 króna gjafabréf frá ferðaskrifstofunni Verdi, mánaðarkort í World-Class, gjafabréf í gistingu frá Hótel Kea og gjafabréf í matarveislu frá Röfn 23. Íþróttakarl Akureyrar árið 2024 Alex Kambrey Orrason, KA. Alex Kambrey hefur átt afbragðsár í sinni íþrótt kraftlyftingum. Hann setti nokkur Íslandsmet, náði fremsta árangri allra karlkyns keppanda á alþjóðamótum ásamt því að hafa sigrað öll innlend mót ársins í búnaði óháð þyngdarflokki.
Í mars keppti Alex á Íslandsmeistaramótinu í kraftlyftingum með búnaði, þar sem hann átti gott mót og landaði Íslandsmeistaratitli í sínum þyngdarflokki. Var hann þar stigahæsti lyftari mótsins óháð þyngdarflokk. Í maí keppti hann á Evrópumeistaramótinu sem haldið var í Luxemborg. Þar keppti hann í sterkum flokk og lenti í 5. sæti og sló Íslandsmetið í samanlögðu með því að lyfta 840 kílóum samtals. Hann lyfti meðal annars 292,5 kílóum í réttstöðulyftu sem Íslandsmet í hans flokk. Þá keppti hann á bikarmóti í kraftlyftingum í 105 kílóa flokki. Yfirleitt keppir hann í flokki neðar. Sló hann þar Íslandsmet í hnébeygju með 360,5 kílóa lyftu en það stigahæsta hnébeygja sem hefur verið tekin á Íslandi frá upphafi. Á mótinu sigraði hann flokkinn sem og að hann var stigahæstur óháð þyngdarflokki sem tryggði honum bikarmeistaratitilinn. Í nóvember keppti Alex á heimsmeistaramótinu í kraftlyftingum með búnaði sem haldið var hér á Íslandi. Þar lenti hann í 9. sæti með 837,5 kíló samanlagðri þyngd og átti góðan dag í hnébeygju þar sem hann endaði í 7. sæti. Alex lýkur árinu sem 14. öflugasti lyftari ársins á heimslista Alþjóða kraftlyftingasambandsins og í 7. sæti á styrkleikalista Evrópska lyftingasambandsins. Nú í upphafi árs 2025 var Alex kjörinn íþróttakarl KA árið 2024. Gjörðu honum gott klapp. Nú, íþróttakona Akureyrar árið 2024 Sandra María Jessen, Þór KA knattspyrna. Sandra María var valin besti leikmaður Þórs KA að loknu keppnistímabilinu 2024. Hún var algjör lykilleikmaður í frábærum árangri Þórs KA í mótum ársins. Hún fyrirliði liðsins, reyndasti leikmaður þess og skoraði langflest mörk allra leikmanna. Hún fyrirmynd annarra knattspyrnukvenna, yngri sem eldri, innan vallar sem utan. Ég nú ekki búinn, ég þurfti bara aðeins að hósta. Með liðið Þór KA endaði hún í 4. sæti bestu deildarinnar ásamt því að spila til undanúrslita í bæði Lengjubikar og Mjólkurbikarkeppni KSÍ. Sandra María var valin besti leikmaður bestu deildarinnar af leikmönnum deildarinnar og var að auki markadrottning deildarinnar. Hún skoraði alls 33 mörk í leikjum Þórs KA í KSÍ mótum, 22 mörk í 23 leikjum í bestu deildinni, 2 mörk í 3 leikjum í Mjólkurbikarkeppninni og 9 mörk í 6 leikjum í Lengjubikarnum. Að auki átti hún 10 stoðsendingar í þessum 32 leikjum. Þá kom hún við sögu í 9 landsleikjum og í byrjunarliðinu í mörgum þeirra. Gefum henni gott klapp og þeim báðum. Þá erum við einfaldlega komin að leiðar enda. Það afar ánægjulegt að sjá hversu góð mæting hér í dag og ég hvet forsvarsmenn íþróttafélaganna til að hafa það þannig að þessi viðburður sé bara einfaldlega tekinn frá, það sé frí á æfingum og frí frá leikjum og keppni árlega þannig að við fyllum þennan sal alveg á næsta ári. Þetta mikil hátíð og á að vera mikil hátíð. Ég ætla að biðja verðlaunahafana að koma hérna upp í myndatöku að ég hygg, ekki satt Skafti. Og þakka fyrir kærlega, til hamingju verðlaunahafar, til hamingju ungviði sem hlaut hér viðurkenningar og styrki. Takk fyrir mig og góðan dag.